Kvöldið 29. júní 1941 var rólegt borð í Heklu. Ekkert óvenjulegt var á seyði. 20 manna áhöfn íslenskra flutningaskipsins Heklu var að búa sig undir nóttina. Kvöldverður hafði verið borinn fram fyrir klukkustund áður og skipverjar voru vongóðir að skipið myndi ná landi. Hekla var á leið til Nova Scotia, Halifax, þar sem hún átti að sækja matvæli og aðra nauðsynjar fyrir hlutlaust Ísland. En klukkan 8 kvöldi reið yfir gífurleg sprenging sem skók skipið. Þann 29. nóvember 1907 var almennt flutningaskip sjósett af Frederiksstad, Mekaníske Verkstad í Frederiksstad fyrir Jósbøl í Tønsberg. Skipið hlaut nafnið Clothilde Kona. Skipið var ekki sérstaklega eftirminnilegt, heldur meðalstórt norskt flutningaskip ætlað til að flytja ávexti og alltaf 8 farþega í fyrsta farmi og 6 í öðru farmi. Hún var 1215 brúttón að stærð og hafði mikið flutningarými. Hún var með 3 lestalúgur, 6 bómur og 6 lestaliftur. Skipið var knúið áfram af þrefaldri gufuvél og 2 kötlum sem dró einn skrúfbúnað. Hún sigldi lengi við strendur Noregs og skipti nokkrum sinnum eigendur, en árið 1920 var hún seld norsku útgerðarfélagi og endurnefnt Kong Inge, en árið 1932 var hún seld til Íslands til Eimskipafélag Reykjavíkur og fekk þá nafnið Hekla. Hún kom til Reykjavíkur árið 1932 og var þá formlega nefnt Hekla. Hún var fyrsta skip Eimskipafélags Reykjavíkur og skipið var stórt miðað við íslenskar aðstæður á þeim tíma og reyndist vel í vöruflutningum. Árið 1940 skiptist hún aftur eigendur að þessu sinni til annars íslensks skipafélags, Kveldúls. Hún var notuð bæði í vöruflutninga til annarra landa og var stundum sem farþegaskip. Árið 1939 réðst Þýskaland inn í Pólland og síðari heimsstyrjöld hófst. Árið 1940 réðst Bretland inn í Ísland og hernám landið. Í kjölfarið setti Öxulveldin á hafbannasvæði frá Íslandi til Englands. Sumir sigurmenn töldu þó að siglingar frá Íslandi til Norður-Ameríku væru mun öruggari og jafnvel hættulausar. Árið 1941 var Hekla leið til íslenskra gufuskipafélagsins eða Eimskip til að flytja matvæli og aðra vörur til Íslands. Skipið var málað með íslensku fána og aftast á bátadekki var 5 metra björgunarfleki festur. Skipið sigldi einnig með björgunarbátana tilbúna til notkunar í neyð. Þann 27. júní 1941 lá Hekla í Reykjavíkurhöfn, tilbúin til siglingar til Halifax. Skipstjóri í þessari ferð var Einar Kristinsson, 45 ára gamall skipherra. Skipið lagði af stað með 19 Íslendinga og einn Litháa borð. Áhafnarmeðlimir voru glaðir til að sigla til Ameríku, þar sem leiðin Bretland var talin mun hættulegri. Skipið braut sér leið í gegnum hafið og líf og fjör var borð. Þó hafði eiginkona fyrrverandi skipverja dreymt að íslenska flutningaskipið Goðafoss myndi sigla með meirihluta áhafnarinnar borð og sama örlög myndi henta Dettifoss og bæði Hekla og Katla myndi mætast aftur undir yfirborðinu, þó Katla sökk ekki. Þessi draumur var til þess að sá skipverji og 2 aðrir hættu við að sigla með Heklu sem á endanum bjargaði líf þeirra. Hekla hélt vel áfram ferð sinni, en þegar skipið var það bil hálfna leiðina gerðist hið óumflýjanlega. Að kvöldið 29. júní, aðeins 2 dögum eftir brottför, kom þýski kafbáturinn U-564 auga á grátt skip sigldi án fylgdar. Reinhard, skipstjóri kafbátsins, skaut einu tundskeyti að ófylltu skipinu. Það hefði markið. Um borði Heklu lá Ingi Löfdal sofandi í koju sinni þegar hann kastaðist úr rúmi sínu og á gólfið. Hann vissi ekki hvað hafði gerst, en þegar hann hljóp út úr káetunni mætti hann skipsfélaga sem sagði honum að þeir hefði orðið fyrir tundaskeyti og Hekla væri að sökkva hratt. Ingi hljóp upp stigann þar sem hann mætti skipstjóranum og öðrum sem reyndi að losa björgunarbát. Ingi reyndi að skjóra reipi þegar skipið hallaðist snögglega og hann festist í bræki og sogaðist niður í flaggið. Allar tilraunir hans til að losa sig voru árangurslausar og hann taldi sig örugglega dauðan. En skyndilega kastaðist hann upp á yfirborðið og sá björgunarfleka nálægt sér. Hann synti að honum og komst borð. Björgunarbátarnir náðu ekki að fara á flot þar sem skipið sökk á 2 mínútum. Ingi var sá fyrsti sem komst á flekann.
Næstur var eldari og síðan björguðust 2 aðrir menn um borð. Skömmu síðar rak 3 menn á brækinu að flekunum og þeim var bjargað. Flekinn hafði þó ekki sloppist óskemmdur, þar sem 1 eða 2 tunnur hafði sprungið og vatn flætt inn. Allir um borð var meiddir og því kom sjúkrakassinn á góðum notum. Þegar leitað var að drykkjarvatni og mat kom í ljós að ein vatnsflaskan var tóm og henni hefði lekið. Vatnið var hvorki nýtt né ferskt. Verkaskipting var sett á meðal þeirra sem lifðu af á flekunum. Einn sá um vistir og vaktir voru skipulagðar. Hver maður fékk aðeins 1 desilítra vatni á dag. Klukku var skipt á milli þeirra svo hægt var að fylgjast með tímanum. Fyrstu dagarnir á flekunum voru sæmilegir, en næstu 3 daga var flekinn eins og korktappi í opnum sjónum þar sem skipbrotamenn notuðu síðustu krafta sína til að halda síðan meðan öldurnar skullu yfir þá. Á 7. degi sá skip í nokkra mílna fjarlægð. Ofninn skaut upp neyðarflugum, skipið sá þá og stefndi aftan til þeirra. Björgun virtist loks í sjónmáli, en fljótlega sáu þeir að skipið bar ekkert nafn. Skömmu síðar stöðvaði skipið og sneri allt aðra átt. Vonbrigðin voru gífurleg. Líklega hafði þetta verið birgðaskip kafbáta. Þeir voru vissir að þeir myndu deyja hægum dauða og opnu hafi, þó örlítil von lifði enn í hugum þeirra. Á 10. degi öskraði maður á vakt, skip. Þeir héldu fyrst að þetta væri ímyndun, en þegar kanadískur tundurspillir stefni á flekann var ljóst að þjáningunum var lokið. Skipið stöðvaðist og kaðalstig var látinn síðan niður. Hægt og rólega klifruðu skipbrottsmenn um borð og þeir voru fljótt hlýjar með heitu baði og kaffi. Áhöfn tundurspilsins tók eftir því að einu hlutirnir sem mennirnir höfðu með sér voru neyðarbyssa, skothylki, íslenski fáninn og björgunarhringurinn frá Heklu. Í djúpum svefni lést Karl Þórn úr hjartaáfalli. Heima á Íslandi höfðu engar fréttir borist af skipinu fyrr en tundurspillirinn sigldi til Halifax og þá voru fréttirnar sendar heim. 4 menn voru sendir heim til Íslands um borð í Sléttufossi, en Vladimíras, Litháen og Sigurður voru 6 mánaða í bata. Í dag eru liðin 84 ár frá því að Hekla sökk og engir eftirlifendur eru á lífi árið 2005. Þetta verk er tileinkað þeim 14 mönnum sem börðust við hafið og fórust. Í dag er Hekla gleymt skipbrot, sett til hliðar í skugga annarra hörmulegra slysa á sjó. En þetta gleymda skipbrot minnir okkur á 100 skipa og þúsundir manna sem sukku í síðari heimsstyrjöld og féllu í gleymsku. Yfir 11 börn urðu föðurlaus og 7 eiginkonur urðu ekkjur.